Klukkan 6 að morgni þegar Reykvíkingar eru flestir enn í fasta svefni Eyþór Sigmundsson eins og flesta aðra daga á leið í vinnuna. Hér í húsnæði Laxakorts í Holtunum geymir hann dýrgripi sína, en Eyþór gefur út stóran hluta þeirra póstkorta sem gefin út á Íslandi. Fyrirtæki hans aðeins með einn starfsmann, hann sjálfan. En fyrirtæki stofnaði hann þegar hann hætti að starfa sem matreiðslumaður fyrir 18 árum. Þá byrjaði þetta allt saman með einni ljósmynd af honum sjálfum með nýveiddan lax. Í dag skipta ljósmyndirnar þúsundum og meiri fjölbreytni í myndefninu. En þetta ekki erfitt fyrir einn mann? Mest erfitt alltaf hvað maður hefur lítinn tíma. Maður þarf alltaf að fara og hvíla sig og sofa og borða og maður getur ekki haldið áfram viðstöðulaust. Maður verður alltaf að taka sér pásu, það erfiðast. Best væri ef maður geti unnið bara í 100 ár og farið svo að sofa. Klukkan 7 Eyþór á leiðinu austur fyrir fjall til að sinna viðskiptavinum sínum. Þrátt fyrir að hann sé orðinn margfaldur afi og löngu kominn á eftirlaunaaldur, hann ekki eini eftirlaunaþeginn sem enn að. Hann búinn að syngja í hálfa öld, eða meira. 50 ár, hann að syngja ennþá, hann jafn gamall og ég. Já, 70 ára. Það ekkert sem fer betur með heilsuna heldur en vinna. Ef til vill þetta allt saman spurning innri orku sem augljóslega býr ekki einungis í iðrum jarðar. Eyþór leggur það bil 300 kílómetra að baki í dag. Fyrsti áfangastaðurinn sá staður á Íslandi sem flestir ferðamenn sækja heim. Gullfoss í Biskupstungum. Fyrir skömmu var opnuð þar þjónustumiðstöð og veitingaskáli fyrir ferðamenn. Eyþór ætlar að setja upp fleiri póstkortarekka því viðskiptin með kortin blómstra. Svavar veitingamaður einungis með kort frá Eyþóri á boðstólum og hefur ekki hugsað sér að breyta því í bráð. Það kom alveg til að ég var í Reykjavík og sá kortin hans bara á öllum stöðum í bænum og mjög flott kort og ég ákvað bara að hringja í hann og bjóða mig inn. Ég vildi á annan veginn menn kom hingað inn með kortin en ég bauð honum hingað inn. Hann svakalega samverksamur. Nefna eitthvað eitt að grann, hann bara hvað hann duglegur Hann hefur mjög hvetjandi áhrif á umhverfið sitt. Hingað til hefur Eyþór séð allt sjálfur. Ef til vill það lykillinn að velgengninni. Þetta hérna kort söluhæsta kort sem hefur verið búið til á Íslandi. Þetta Gullfoss. Þetta að seljast í svona 12 til 14.000 eintökum á ári. Ísland séð með augum Arnarins. Óska aðstæðu ljósmyndarans. Næg ástæða fyrir Eyþór til að festa kaup á lítilli físflugvél og til að stofna minnsta flugfélag í heimi í samvinnu við vin sinn og einn þekktasta ljósmyndara landsins, Ragnar Axelsson. Ragnar flugmaðurinn, en eitt skilyrði setur Eyþór þó, en það að myndirnar sem teknar úr flygildinu lendi ekki hjá samkeppnisaðilum. Það margt villusara sem maður hefur gert ævina heldur en að búa til eitt flugfélag. Ég geri honum greiða og hann gerir mér greiða. Það ofta svo sjaldgæft að menn fái þá endurgreidda tilbaka. Greiðar ekki til í dag. Hann bara grunnurinn eða uppsprettan af laxakorti. Laxakort væri ekki það sem það í dag ef hann hefði ekki tekið myndirnar. Hann veit hvað mynd og hvað ekki. Ég hlusta á hann alltaf. Já, hann veit allt myndir. Leið flestra ferðamanna sem koma til Íslands liggur í Eden í Hveragerði. Sérstæð blanda af ferðamiðstöð og gróðurhúsi. 1 milljón gestir sækja staðinn heim á hverju ári. En meðal þess sem þangað dregur ekta íslenskir bananar sem þar vaxa. Eigandi staðarins, Bragi Einarsson, ánægður með samstarfi við Eyþór. Hann þá albesti sem Ísland hefur eignast.
Hann byrjar miklu seinna þessir gamlu jaxlar sem voru í hérna kortagerð. En á svona 4-5 árum þá náði hann því að skáka þeim, má segja næstum því út af markanum. Bæði með betra efni, betri myndir og þar að auki með miklu betri pappír í kortunum. Hann hefur náttúrulega haft aðgang að góðum ljósmyndurum og það hjálpar mjög mikið. Ég held að það er enginn í fötin hans í þessu. Hann passar hluti sem hann er með alveg eins og hann sé með fjöregg þjóðarinnar í höndunum alltaf. Eyþór hugsar vel ljósmyndarana sem láta honum í té myndefni. Þegar einhver kemur ljósmyndari og vil selja mér mynd, þá kaupi ég alltaf eina mynd, svo ég nota hann ekki. Af því hann kemur svo aftur seinna með kannski fleiri og fallegri myndir. Þá missi ég aldrei af neinu. Þú lætur ekki mannin koma og kaupir ekkert af honum. Það er ekki gott. Síðan á árum áður sem veitingamaður og kokkur er Eyþór hagvanur í miðbæ Reykjavíkur. Hann var þar brautryðjandi á mörgum sviðum og var meðal annars á fyrsti sem bauð upp á ekta espresso kaffi á veitingastað sín. Eyþór leggur sig fram við að vera í góðu sambandi við þá sem selja kortin hans í verslunum. Og í staðinn er hann í miklu uppáhaldi hjá sölufólki sem kann að meta hugulsemi hans. Alveg frá því hann byrjaði á þessum stórkostlegu kortum með myndum að sér á laxinum. Þú veist, sem er náttúrulega bara alveg klassík, sko. Þetta sjá hann, Eyþór? Já, alveg, já. Sko, svo segir hann hérna Eyþór Sigmundsson með 26 punda hæng sem veitur var í Presthil í Laxár í Aðaldal. Þetta hófst allt saman með mynd af einum laxi, en Eyþór er jafnframt einn af þekktustu laxveiðimönnum landsins. Þegar tekin var af honum mynd með vænan lax, datt honum í hug að gefa myndina út á póstkorti. Ekki seldist kortið þó ekki mikið og vinir hans gerðu grín að honum fyrir tiltækið. Póstkortaævintýrið byrjaði því ekki burðulega. Þeir hlóðu bara og sögðu bara að ég væri nú náttúrulega sko orðinn gamall og eitthvað crazy sko. Það var ekkert þannig að ég var orðinn 50 þegar ég byrjaði. Þeir fóru bara að lægja mér. Þeir sögðu bara þú ert að halda áfram að búa til góðan mat. En ég var búinn að gera nóg af því. Það var kominn tími á mig. Og tíminn var kominn. Í dag hlær enginn á póstkortakónginum Eyþóri Sigmundsinni.